það var náttúrulega fallbaráttu slagurinn á Selfossi, Selfoss Stjarnan og á sig, þú ert búinn að greina hana leik og þetta var rosalegur leikur, þetta var stórskemmtilegur leikur, fullt af fólki. Já, þetta var stórskemmtilegur leikur og bara þess merkið mikið var undir, eina sem maður bjóst ekki við svona háu skori kannski fyrirfram, en þú veist, maður verður að hrósa Selfoss-liðinu fyrir hennar leik því að þær lenda undir í byrjun og vinna svo inn í leikinn og það var eiginlega eftir að þær vinna sig inn í leikinn aftur, þá er eiginlega aldrei spurning. Jú, Stjarnan fyrir 7-6 og Challengear þar í seinni hálfleik en þegar þeir fundu lausn á því þá einhvern veginn siglaði fram úr aftur, fannst manni og það verður bara, já, verður bara hrósað fyrir leiksinn sko og það var mikil, þú veist, að lenda undir í byrjun þær voru allar að gefa 5, þeir voru að ná broti og þær, þú veist, það hefur verið auðvelt að brotna í stöðunni 9-5 fyrir Stjörnunni þegar, þú veist, staðan hefur allt eins geta verið sko 13-5 Stjarnan og svo mikið betra fyrsta korterið. Já. Og það er kannski það sem sló mann mest einhvern veginn þegar þú horfir á leikinn er að Stjarnan er miklu betra fyrsta korterið og svo kemur kafli hjá Selfoss þar sem þær breyta stöðunni úr 9, sem sagt það er 9-5 fyrir Stjörnunni yfir í 15-10 fyrir Selfoss. Það er bara ótrúlegt. Þannig að við tökum 10-1 kafli þar sem að lið sem hefur ekki unnið síðan í, hvort er unnið senast að leik í nóvember. Það er 10-1 kafla og lítur ekki tilbaka eftir það sko. Nei. Lítum aðeins á hérna mörk frá Stjörnunni hérna í byrjun á þessum kafla. Sjáu þarna. Á þessu kafla þegar staðan er 9-5, það sem við kannski taka, þá er Stjarnan klikkað tvisvar sinnum yfir völlinn, þar sem er enginn í marki, og það er klikkað víti líka. Þannig að þegar við talum að staðan hefur getað meiri, þú veist, maður sá ekki einhver mörk sem Selfoss hefur getað skorað aukalega þá. Þannig að leikurinn var bara maður svona, sjáum hérna einmitt. Galinn ákvörðun að kasta honum ekki á annan sem að kasta hann svo í marki, þetta er bara svona mikið undir. En leið og Mía kemur inn í Selfoss-liðið, þá batnar sóknarleikur. Sjáu þarna þegar þarna koma 3 mörk í röð þar sem að bakvörður Stjörnunnar að hóta sem er greinilega búið að fara yfir hjá Selfoss því að þær eru að hóta á miðjumann og þær spila beint í gegnum hótunina og það eru nokkuð mörk í þessu leik. Þarna hleypur hún út, boltanum er spilað yfir, hún kjör á móti og galopnar horninu. Og Eva endar með 5 mörk í hægra horninu þar sem að þú ert að hóta á miðjumann sem er lengst úti, að þú ert að hóta á sjá þarna spila bara gegn, hún er allt og seini, hún ætlar að hóta hann á borð, miðjumarinn ennþá fyrir miðju, það eru 2 hafsendar á mótinni. Þú veist, það er gott að hóta í vissu stöðum, en þær voru að hlaupa svolítið út úr stöðinni og í rauninni refsa sjálfur sér með því, fannst manni. Þú veist, það eru svolítið mörg, lágmarki 5 mörk sem þú tekið sem eru algjör óþarfa hlaup og vel gert til þjálfara til Selfoss því að þú sérð alveg miðjumarinn hreyfir sig ekki mikið, skytta kemur á móti boltann, erfitt að stela fyrir hornamenn og boltann bara rúlar niður horn og þær fengur náttúrulega bónus inn í hálfleik sko, því að Hulda Hrönn. Já, svo náttúrulega gekk allt upp hjá þeim sko, Selfoss líka. Þú fékkst svona mark, þú fékkst, hvað setjum við ekki uppstökki á það þegar það var stilt upp, þegar það fríkast er. Þetta er rosalegt skot. Og svo þegar kannski, þetta er rosalegt skot, og þegar mest á reyndi, það var kannski ekki mikið munur á markvarslu liðana, en markvarslan einhvern veginn á þeim tímapunkti á sig hjá Selfyssingum. Í byrjun, þegar Selfoss var í vandræðum með að skora og Stjarnan miklu betra, þá nær hún að verja einhverja 2-3 bolta og Selfoss nær líka, eða svo Stjarnan klúrar þarna yfir völlin og vítinu og þetta sem við sýndum. Þetta voru mikilvæg vörslur og svo í lokin þegar Selfoss var að gera leikur þessu, þá taka þær 2 bolta sem eru stórir. Þannig að það eiginlega gekk allt upp. Það er samt magnaði líka að fylgjast með að sjá tölfræðina úr þessu leik að Selfoss er með 14 tapaða bolta á móti 4 með Stjörnunni. 10 bolta munur þarna en ná samt að klára hana leik og samt ekki meiri munur á markvörslu. Það er oft svona einhvern veginn fylgir það með. Það er engin spurning. Og svona stemningin líka, Rakel. En við ætlum að líta hérna á leiki liðana sem er eftir. Það er 2 fyrir eftir þetta. Og nú ætlum ég að spyrja Garbaenguna og góðsögnina úr Stjörnunni, Rakel Dögg Bragadóttir. Þessi staða sem Stjarnan er í, þetta er grafalvarleg. Þær eiga Fram heima og síðan eiga Hauka úti. Þetta lítur ekkert sérstaklega vel út og þetta hljóta að vera gríðarleg vonbrigði í Garðabænum. Já, ég held að það sé alveg óhætt að segja það að sjálfsögðu að liðið er í botninum eða botninum núna þegar 2 umferðir eftir og þetta eru erfiðir leikir framundan. Framliðið næsti leikur, þær eru vissulega, sem ég finnst Stjörnuliðið
vera betra heldur en þetta. Mér finnst Stjörnuliðið betra heldur en að vera í 8. sæti með aðeins 5 stig. 2 af þessum 5 stigum komu gegn Fram rétt fyrir jól. Og þannig að það er alveg klárt mál að auðvitað geta þarna til staðar og það geta klárað þennan leik á móti Fram, það er alveg klárt. Framliðið öflugt lið en er líka sveiflukennt. Þú veist alveg, við erum alveg búin að sjá þær, búin að missa Ölf út og erum búin að sjá þær vera með frábæra leiki en líka svolítið slaka leiki, þannig að auðvitað er möguleiki þar. Það er annað sko ef að IBF klárar IR og Haukar klárar sinnleik í næstum fyrir, þá eru Haukarnir að mæta Stjörnunni og Haukar hafa enga keppi í seinustu umferð. Þannig að það er spurning hvort að það, þú veist, gefa einhverjum vonum að fara upp á Ásvelli og stela stíi þar í lokin, þú veist, þannig að... En það þurfa sigur því að ef liðið vera jöfn, þá er Selfoss betri innbyrðis. Þær verða að fá sigur, það er ekki nóg að jafna Selfoss sem með innbyrðis, þannig að það er bara duga að dreipast fyrir stjörnustelpur en auðvitað sama bara sem gildir hinum en hjá Selfoss, þær eru komna núna í góða stöðu en vita að þetta er ekki tryggt, þannig að þær þurfa hljóta náttúrulega að fara inn í þessa 2 leiki líka bara. Ef þið sýna svona framistöðu þá getur þú séð, þú veist, stríða liðanum en maður hefur haft, þú veist, Stjarnan hefur verið nærri því að taka sigur í seinustu umferð og verið að veita liðum ennþá meiri keppni, þannig að svona dýrtar hafi ekki náð einhverju stigum fyrir þennan leik. Búin að vera nálæti og einmitt búin að vera mjög vaxandi. Já, bara í leikjum og vaxandi, sko. Spila betur núna eftir áramót, en... Svo fæ þá bara mjög inn og do or die leikur og Selfoss hittir á leikinn og þá ertu bara allt í einu komin í næsta sæti.